Ég held að við séum ekkert að svína hana við þetta. Bjóðum velkominn Egil Ólafsson. Við rættum saman heim og geima, ég kemst mér þitt að vera að dreyma, en ég var aldrei örugglega vakandi. Mér fannst hann vera ansi bráður, hann spurði hvort ég væri bjáður og hvort ég væri allskáður og akandi. Já, hann engin venjulegur maður og hann býr í næstan nágrenni við mig og hann alveg rokkoslega frægur, hann tók hann sagði, komdu sæll og blessaður, ég fór gjörsamlega í hnút. Hann sagði, komdu sæll og blessaður, ég hélt ég myndi fríka út. Komdu sæll og blessaður. Blessaður, blessaður. Og velkomin í sófann. Okay. Erðu, Egil, þú, fötin, svolítið sérstaklega. Já, fötin, já. Hvaða föt þetta? Skemmtileg. Já, ég hitti gamla skólasystur mín daginn, hún sagði mikið, bíp, ert í ljótum jakkafötum. Ég átti ekki vonað því frá henni reyndar. En, þá útskýrði þetta fyrir henni, sko, þetta eru gömul poppklæði og þegar maður fer í svona poppleik, sko, þá fer maður í gömlu poppklæðin og þegar við hlýna á manni, þá stíga upp þessar indælu gömlu gufur, sko, Ofminningar. sem minna á forna fræg. Já. Jæja, snúm okkur álítið að þér, Egil, og þínu tónlistarferli, hann byrjaði í bílskúr, er það ekki þinn ferill eins og hjá svo mörgum öðrum? Bílskúrsband. Já, að vissu svona, eitthvað hafði ég verið að glamra á píanó, farið í píanótíma. Já. Hvað varstu Foreldrar gamall? mínir hvöttu mig til þess og Hvað varstu gamall? stóð að því. Þegar þú fórst í bílskúr? Í bílskúrinn, þetta var, ég hef verið svona 13, þetta var 66. Já. 13, 14. Allir eiga sér aftur sína drauma Já. og hver var fyrirmyndi? Hvern var verið að stæla svona í byrjun? Já, þetta var nú erfitt, sko. Þú sér að sjónvarpið er nýbyrjað þegar þarna komið sögur. Og það er erfitt að ná sér í heimildur ímyndina. Og menn fóru gjarnan niður í frímerkjahús í Lækjagötunni og þar stóðu menn í löngum biðröðum og skoðuðu svona bæklinga Rolling Stones og Beatlana og þetta voru allt svarthvítar myndir. Og, en mitt hlutskipti var þetta að ég eiginlega náði því aldrei að stæla neitt vegna þess að ég var með endemum sinnvaxinn. Og þess vegna var þetta bara spurning upp á líf og dauða fyrir mér að halda lífi sem rytmagítarleikari aftarlega á sviðinu, pínu lítill, helst einhver staðir í skjóli af einhverjum og það var bara að standa sig með sko, þvergripinn og taka rétta hljóma á réttum stöðum. Feimin og óframfæri. Já, þetta ég var ekki alveg sko, ég náði ekki alveg upp í þetta sko, í rauninni ég var ekki af réttri stærð sko, til þess að mega hafa mig nokkuð í fram. Til að vera nógu töff. Lífin, við fyrir hrattir í sögu að fyrsta árin, þú ferði í MH, ert þar aðkvæða mikill í tónlistarlífinu, spilverk, stuðmenn, við veit ekki hvað og hvað. Var það Þorgerður Ingólfsdóttir sem að mótaði Egil á þessum árum? Já, ég fór eiginlega mjög fljótlega í kórinn, já. Og já, fyrir utan genin auðvitað og mína foreldra sem hafa ágætis músíkáfur, þá já, þá var það hún sem að hvatti mig til þess að svona syngja endilega með kórnum og hvatti mig sömuleiðis til þess að fara og læra að syngja. Og það var úr að ég fór svipað leyti í tónlistarskólann og lærði og fékk svona tilsögn í sambandi við hljóðfærið. Og já. Var þetta svona fjölbreytt tónlistarlíf því að nú er þetta ólíkir hópar eins og stuðmenn og þú veit með píanónám og svo spilverkið, þetta er ólíkt og svo kórinn. Þetta verið fjölbreytt. Já, það var mjög fjölbreytt og þarna í skólanum var nú reyndar einn framkvæmdar forkólfur mikill Jakob Magnússon sem stóð fyrir
hérna félagslífinu að miklu leyti og ég man eftir því að hann hvatti til dæmis, það var þannig dagur í skólanum þar sem hann hvatti alla til þess að koma í gæludýr sín með sér í skólan og það var ekki þverfótað fyrir allra handa dýrum, snákum meira sér, manni var sem að hurfu inn á milli þilja og hvað eina og eru kannski enn í skólanum, ég veit það ekki. Heyrið krakkar hvað þau batnað? Já, hvað þau batnað, já. En svo auðvitað var Þorgerður þarna sem var, og kórinn sem var svona hjarta skólans, auðvitað, ég meina hérna tók hún inn, við vorum hérna með veimiltítulega raddir og stilti þetta saman í heljarinnar fallegan kór sem að vann hvern sigurinn á fætur öðrum. Egill í MH og tónlistarlífið þar fjölbreytt, á hverju menntaskóli, hvað ætlaðir að verða, læra? Já, þetta menntaskóli var nú mest svona við leik og störf. Þannig að ég held að sko, maður hugsaði aldrei svo langt sko, hvað maður ætlaði að verða. Ég man á miðju tímabilinu þá ákvaði það að hætta til þess að fara og verða flugvirki. Mér fannst þetta ómögulegt sko, að eyða þessum tíma sko, og standa svo bara eftir og hvað. En það var vegna þess að maður nam svo sem aldrei staðar og hugsaði með sér, ég meina hvert stefnir maður. Það var líka mikið að gera og ég var komin í tónlistarskólann og svo skall þetta á auðvitað með bítlaæði sko, það skall á með helvíta miklu æði. Þá var ekki aftur snúið. 66 og það var í rauninni ekkert aftur snúið. Nú var þitt lífstafar orðið tónsmíðar, tónlist og ekki síst leiklist. Og forvitinn, strákur, ertu lærður leikari eða ertu bara meðfætt? Sér hæfileikaðinni þar? Nei, já, ég þetta sko. Ég helvíti sveimingi, ég veit það sko. Þú leikir mikið? Nei, reyndar ekki, en ég hafði nú heilmikla reynslu auðvitað sko, og hafði álpast upp á svið þarna strax, eins og ég segi, þarna með bílskúrsbandinu forðum og jafnvel fyrir þann tíma. Svo það var heilmikil reynsla sem kom, ég var líka upp á hverju sviði sem fyrir fannst í Reykjavík að tróða upp með einhverjum hætti. Þannig að það er ákveðin reynsla og reynsla er náttúrulega auðvitað menntun, ef maður skoðar það þannig, þó ég ætla ekki að fara að gera lítið úr menntun. En svona minn mesti og besti skóli, ég hef nú sagt þetta áður, það var þegar að einn ágætur kennari minn, við vorum saman í skóla, ég og Guðmundur Árnason okkur sem var svona dálítið fyrirferðar mikill strákur og þetta var nú á þessum tíma þegar menn voru svona biðu í óþreyju eftir einhverju konkrétt svari varðandi framtíðina og þetta kæmi allt saman svona á færibandi og menn biðu nánast í óþreyju eftir því að verða fullorðnir og þá hlyti þetta allt að taka nýja stefnu og vera með allt öðrum hætti. Og ég man að Guðmundur var búinn að vera að klifra upp einhverja veggi, við vorum á Heimavistarskóla, báðir tveir, og Guðmundur var búinn að vera að klifra upp einhverja veggi, það best ég segi Guðmundur, ég var nú alla með honum, ég man ekki eftir því. Upp einhverja veggi inn á kvennavistir og þetta var svona dálítið erfitt nema hvað að þarna kemur ágætur maður, kennari okkar og hann segir sko strákar minni, sjáu þið til, horfið á þennan ofn þarna, haldið það séu mikla líkur á því að þessi ofn eigi eftir að breytast í bíl. Við horfðum á ofnin stíft nei, sennilega ekki og varla hér vestur á fjörðum, nei, við hugsaðum ekki. Það eru sömu líkur til þess að þessi ofn eigi eftir að breytast í bíl og þið eigi eftir að verða að einhverju öðru en þið eru nákvæmlega núna. Svo þarf þið að vinna í ykkar mál og vinna með það sem þið eru. Þetta er besta leik. Eitt afstöð alveg, kvæðið í kross, að það er íþróttirnar ég man eftir þér. Þú varst í markinu í Fram og það var alveg skuggalegt og hættir á toppnum í þriðaflokki. Skuggalegt, já. Já, þetta var þannig að við vorum að spila úrslitaleik í Reykjavíkurmótinu að hausti. Reykjavíkurmótinu var nú venjulega á vorin, eins og þú veist. En þessum leik hafði verið frestað, Fram KR í þriðaflokki, eftir mann sent í september. Og við leikum venjulega leiktíma og það er skollið á með helvíta miklu myrkri og það er jafntefli eftir venjulega leiktíma og myrkrið er orðið svo mikið að það er svona rétt að það sjáist svona hvít rönd svona á hvít rönd sko. Andstæðingunum. Já, andstæðingunum. Og svo gerist það þegar að eitthvað 10 mínútur liðnar af framlengingu þá er dæmt víti á Fram og ég held ég hafi krækt í löppin á einhverjum káringja og botturinn er stilt upp og
ég sé vallatöruna með nokkru móti, hvað þá mannin sem á að taka vítið og ég er þarna eitthvað svona skima í myrkrinu og þá er flautað bara mark, þá er turan farin fram hjá mér í netið og ég ákvað þar með að þetta sko þarna leiki mínum íþróttaferli, mínum keppnisferli Þarna var hann frá þetta var ekki sanngjarnt. Egill, það er ekki að fá því hingað öðruvísi heldur en að fá þér að taka lagi. Ég var að hlusta á þig daginn, syngja einmitt undir nafninu Aggi Slæ sem er nú eitthvað gæluna frá bensku og Tamla sveitinni. Þeir eru hér held ég. Já, en þá langar við til að biðja þig að syngja okkur eitthvað lag frá Bílskúrs árunum. Og ertu ekki með eitthvað svoleiðis í Við erum með eitt hérna sem við æfðum með mitt 66 í Bílskúrnum í hérna Safamýrinni og það vill svo skemmtilega til að bróðir gítarleikarans hann er í bandinu, Eiríkur Pálsson, hann er bróðir Höskuldar Gísla Pálssonar sem var rytmaleikari í þessu bandi, það hét Glampar, þessu Bílskúrsbandi og nú er lagið komin út og komin í hring. Já, við skellum okkur í það bara. Nú ertu komin í hring. Ég er komin í hring, ég er búinn að loka hringnum sko, ég er komin í bílskúrina. Aggi Slæ og Tamla sveitin, gjörðu svo vel. Keep on running for my arms. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, I keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, everyone is talking about me. It made me feel so sad. Hey, everyone is laughing at me. It made me feel so sad. 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 Keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. 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 I'm gonna be your man, yeah. 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 I'm gonna be your, 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 I'm gonna be your man, baby. I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. Þetta var meiriháttar, Egill. Já. Hefur ég gaman að þessu lagi núna og 66 í Bílskúrnum? Það verður ekkert breyst, það verður ekkert. Það verður ekkert breyst. Maður lokar augunum sko þá. Já. Snúum okkur örlítið að núinu og verkefnunum. Þú ert önnum kafimaður og varst, svo ég hleypi hratt yfir sögu, þú ert samtur tónlist og ert í einu aðalhlutverkana í Evu Lúnu, hefur nýlokið við að leika í þýskri þáttaröð, svo varstu að leika Jón Sigurðsson. Þú ert með Tamla sveitinni. Hvernig er þetta hægt? Þetta er ekki allt í einu. Nei, en þetta er á svo stuttum tíma alltaf. Já.
Jú, þetta bara eins og hver önnur vinna nema þetta nú oft þannig sko að í byrjun hvers verkefnis þá skilja það nú eiginlega ekki svona eftir á að hyggja og að þá eins og ég fyllist svona einhverjum fítonskrafti. Það nú gamla keppnisskapið sko, ég held að það sé nú til staðar. Þetta áhlaupsmann? Já, ég fyllist einhverjum fítonskrafti og svona og energy og trú sem að vitni í texta. Já, frægan. Já, frægan texta og svo þegar verkefnum líkur þá eins og allur vindur sér manni og maður botnar ekkert í því hvernig maður fór að þessu. Og þá bara fara að stáða aftur. Já, og þá gerist þetta oft síðan svona, sko. Það gerist nú oft síðan svona þegar maður ekki í fastri vinnu sem ég hef ekki verið í 20 ár. Ég ætla að þakka fyrir ágældasýningu hann einmitt á einu lúnu, en þetta með að leika Jón Sigurðsson, næstum heilagan mann hér á landi, hvernig var að fara í fótspor hans? Hvernig maður var Jón? Já, nú ég skal nú ekki segja, það er að segja ég hef auðvitað lesið Jón og það er svo sem kannski ég held að það sé ekki mjög mikið til sko aflestrar af persónunni Jóni sem slíkum. Við þekkjum hann öll fyrir þennan mann sem að leyst okkur úr nýlendu fjötrum og þennan fyrsta íslenska pólitíkus kannski og sem þennan forseta og framámann í sjálfstæðisbarningi Íslendinga. En það kannski ekki svo mikið vitað hann sem persónu og ég held Þórunn Valdimarsdóttir hefur að mínu viti í þessum handriti, nú get ég náttúrulega ekki dæmt myndina vegna þess að það ekki búið að raða henni saman en ef maður dregur þetta á með handritina þá finnst mér hún hafa tvinnað ansi skemmtilega saman auðvitað yfirlit feril Jón sem stjórnmálamanns og feril hans sem fræðimanns en svo og síðast og ekki síst persónuna sjálfa sem hún fer inn á. Ég verð að segja ef ég var svara spurningunni þetta alltaf dálítið erfitt. Ég hef lent í því að vísu einu, ég brugði mér í líki Hallgríms Péturssonar að vísu bara örstutt en og það var skemmtilegt auðvitað af því að það var svona bara verið að fara með ljóðmæli eftir hann en þetta, ég hef brugði mér í líki Sturlu Sighvatssonar og það nú minna vitað þann mann en Jón Sigurðsson enda var hann uppi á Söguhöll og menn voru alls ekki sammála það sko, mörgum Íslendingum þessi persóna hugleikjun og marga dreymir hann á hverri nóttu og svo framvegis og menn voru ekki á einu máli það, nei, þetta gengur ekki sko. En þetta skemmtilegt held ég held ég verið að segja það auðvitað skemmtilegt að fá að skyggnast inn í söguna og hreinlega að bregða þessi ég múiðalega gaman að því að fara í svona gerfi sko. Ég held að þetta dett inn í hann núna sem er það. Já, og allt í og heyrðu hvernig orðfærið breytir. Já, það bara breytir. Svona er þetta sko. Það var skemmtilegt, ég vildi sem minnst það segja, við vonandi sjáum við skemmtilega. Þú ert búin að leika í ótal mörgum kvikmyndum Egill og í mörgu að ég ætla ekki að fara að rifja það neitt upp en ég ætla hins vegar að reyna að rifja upp eitthvað skemmtilegt, það er að segja sem gerist bak við tjöldin og ég mann eftir að sagði mér einhver sinni frá kúnstugum náunga sem að var í skuggar hafsins. Hvað hétt hann? Súni? Já, Súni. Já. Segðu mér frá hann. Já, það var í skuggar hafsins, já. Það er nú eiginlega það nú ómur, sko, það er nú alltaf leiðinlegt að vera fyndin á kostnað annarra. Já, það er allt í leið. En það er kannski alltaf leið að vera fyndin á kostnað annarra ef maður er fyndin á kostnað sjálf sín svona í fyrstu. Með, sko. Já, þá var ég að segja örst utan að mér sjálfum sem ég held að það sé nú reyndar búið að segja eitthvað staðar. En það var þannig að við vorum Hrafn eins og oft áður velur stórbrotna staði til kvikmyndatöku og var búinn að velja Geysi í Haukadal og við erum þarna á skal ég þér segja gígbarmunum berir nánast að koma úr Gufubæði þess tíma og senan gengur út á það þá að drepa mig í senunni. Nú það gerist þá að mótleikari minn sem var Ræne Brynjólfsson, sænskur leikari, hann
hann kemur svona aðvífandi þar sem ég ligg og áður voru nú búin að vera japanskir túristar að mynda sko þegar blæjurnar fugu frá og allir hinnir utanáliggjandi fítusar voru afhjúpaðir og og svo eru japanskir túristar búin að vera að mynda þarna og hvað eina, en nema hvað ég ligg þarna sko eftir að hann búin að kasta í mig einhverjum hnífa með minnir og svo hann að koma og höggva mig í herðar niður. Nema hvað að það vill ekki betur til en svo að minn utanáliggjandi fítus, hann þarna einhvers staðar svona miðsvæðis, kaldur og hrakinn og smár eftir því og hann kemur þarna með sínar löngu tær, hann var með alveg óhemju langar tær og í því sem hann heggur mig svona í herðar niður sko, fyrir ákveðin myndavélarvinkil þá stígur hann á litla vininn sko. Og hann stígur sko og það verður þetta ofboðslega öskur sko, það voru 2 kamerur þarna, það verður að mynda líka dauðateygurnar hjá sko hinni hetjunni sko og krummi öskrar alveg leikstjórinn sko, alveg pottþétt, þetta verður ekki tekið að þér. Og ég var með hann í fatla svo lengi að Heyrðu, þá áttu bara að segja því, en Súni? Já, Súni Mangs, hann sænsk barnastjarna og lék, ef þeir sem muni eftir hann kannski sáu Böðulinn og Skækjuna, hann lék þar konu, Askuti mikla, þetta glæsilegur maður á velli, 150 kíló. Og hann var kominn hérna til þess að leika biskupinn. Ég tók nú eftir því fljótlega eftir að Súni koma, hann var mikið svona skima svona út í víðáttuna og við vorum þarna við vorum, skal ég þér segja, einhvers staðar á Mývatni, þar sem það svona, hvað heitir það, Almannaskarð? Nei, Námaskarð. Námaskarð það Almannaskarð, þetta alltaf eina bókin að læsa. Nefna hvað, við erum þarna í Námaskarði, já, og þarna eru boblandi hverur allt og ég sé að Súni mikið að skima og svo fer það að gerast í kvikmynda, svona í tökunum, að það vantar Súni. Súni finnst ekki, hann bara horfinn. Og það nú ekki margir staðir þarna á berangrunu til að fela sig, ekki það trén til að fela sig á bakvið. Og það er nú ekkert gert veður út af þessu fyrst til að byrja með og svo farið að kalla á Súni og svo eru menn sendur út að finna aðtók hvort hann sé ekki einhvers staðar og ekki finnst Súni. Og þetta, menn gengur nú ekki dána, hann átti nú erfitt með að tala vegna þess að hafa með svona einhverja tennur upp í sér, sko, gerfi tennur og hann gæti ómögulega að tala og það skildist ekki orðið sem hann sagði, sko, hann var með þessar tennur sem voru settar upp í hann og átti að gera hann hrikalegri útlit. Nema hvað, að svo gerist það einhvern tímann enginn hefði orðað og ég vissi nú alveg hvað klukkan sló sko. Súni var náttúrulega að fara og þurfti prívat og þurfti að gera þetta askoti oft og nema hvað að svo erum við á Gullfossi við Gullfoss og erum að taka þar askoti mikla senu sem á að gerast á völlunum og þingvöllum og það eru svona 60-70 manns þarna og nema hvaða svo kemur að einni senu þarna, það helviti stumbungur í lofti, afsakið ég blóta hérna og leikstjórinn hinum megin árinnar og hann hrópar út og segir, já hörðu þeir einu sem eiga að vera þarna á bakkanum eru Súni Mangs og Rúrik, hann á að vera þarna, þið hinn sem standið þarna farið inn í tjaldið sem þarna, það var þarna skoti mikið tjald svona, kannski rúmaði 15 manns og nú ennum að það fara 40 manns inn í tjaldið og þeir hrúa sér inn í tjaldið og leið og þeir hverfin í tjaldið þá gangsett þyrla sem kemur fljúandi upp sko ána og upp hjá með fossinum og á að mynda vellina og það akkurat bara þegar rétt búið að ræsa þyrluna þá gerist þetta inn í tjalduna, það eru 40 manns komin inn í tjaldið og það eru unga stúlkur sem fóru reið á vaðið inn að þær standa í þessari líka svakalegri kúadellu sem að Súni hefði skilið eftir þetta bara og þær standa þetta alveg upp í skóvarp sko og það verður bara sko, það verður upp í fótur og fytt í tjaldbúðunum og það einhvern að menn bara hendast út úr tjaldinu í því sem að þyrlan akkurat yfir í skotinu þá kemur öskrandi fólk og þurrkandi af sér og leikstjórinn hinum megin blótandi allir sanduða sko. Nú þá var náttúrulega rokið til og það var haft samband strax til Svíþjóðar held ég og pantaður sérstakur kamar sérstakt náðhús, þetta var svona aluminium turn, askoti mikill og hann pantaður og hann kominn skömmu síðar og hann fylgir alltaf það bara regla þessi kamar, hann fylgir Súni Mangs
það verður bara maður í því að flytja hann til og hann fylgir honum og viti menn, svo ég ykkur tíman erum við þarna til vera rólegt eftir matarhlé og við erum inn í matartjaldinu og kamarinn auðvitað og Súnemangs þar líka og við sitjum svona gegn hver öðrum og Súni þarna og svo sé ég að hann byrjaður að skima sko og hann býr sig þá undir þá ég vissi það að víja kamarinn og ég gat ekki á mig setið, ég var auðvitað á gæjum lítið auga á vegg nema hvað að Súni hann kemur og ég sé að hann svona mælir kamarinn helvita mikið út svona og stígur í kringum hann og svona spáið þetta og ég sé það strax þegar ég sé sko Súni standa við hliðin á kamrinum að hann mun aldrei nokkuð tíman komast inn í þennan kamar þessi 150 kílóa maður sko. Nema hvað að Súni hann opnar kamarinn hann losar strenginn sem var æði flókið því að þetta voru fornbrækur, hann var allur vafinn og setur þar svona niður undir hnésbætur brókina og svo bakkar hann inn og hann bakkar og ég sé að þar sem hann þarna akkurat svona í þann veginn í dyragættinni þá stendur allt fast það stendur allt fast og hann nefna hvað en ykkur að hluta vegna þá ykkur neginn eftir svolítið nutt þá dettur hann inn í og það skipti engum togum sko að í því að þá fellur kamarinn á hliðina og hann liggur þarna og það náttúrulega það sem gerist við þetta að það má nú ekki segja frá því en Súni missir allt frá sér og það kallað á björgunarsveitina þarna í sveitinu og hún kemur, það koma þarna menn með klippur og allt sko og kamarinn skrúaður í sundur utan af Súnemann og mannum bjargað sko og hann var girtur og svo fór hann að leika og eins og ekkert í skorin nú eftir þetta hvarf þessi kamar og Súni hélt upp í viðteknum hætti og já, fann sín príföti út í náttúrunni ég ætla að ræða svolítið þinn feril hendum á kamerinu mér finnst það gott mál ég ætla að þakka yfir allt sem þau gefið okkur og gangið þér vel Já, og þá held ég að við þökkum allir kærlega fyrir þetta.